Erasmus Plus samstarfsáætlun Evrópusambandsins og sameinar mennta, æskulýðs- og íþróttastarf undir einn hatt. Áætlunin hófst þann 1. janúar 2014 og stendur yfir til 2020. Á því tímabili renna tæplega 15 milljarðar evra til fjölbreyttara verkefna sem eiga að efla menntun, þjálfun, æskulýðsstarf og íþróttaiðkun almennings í Evrópu. Margir skólar á Íslandi hafa nú þegar fengið styrk fyrir ýmsum verkefnum en einn þeirra Glerárskóli á Akureyri. Já, málið það að fyrir nokkrum árum að þá sóttum við styrk Erasmus Plus sem verkefni á vegum Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna og það gerði semst núna í sumar að við fengum þennan styrk ásamt á með 6 öðrum löndum til þess að taka þátt í verkefni sem heitir United We Play, United We Win og snýst það að efla félagsþroska nemenda í gegnum leik. Og þetta eitthvað sem að fléttast inn í skólastarfi yfir árið eða eru þetta svona einstaka uppákomur? Hvernig því háttað? Þetta fléttast inn í allt skólastarf núna næstu 2 árin en það verða margar uppákomur sem við tökum þátt í með hinum löndunum líka. Og eins og segi það eru fleiri lönd í þessu. Hvernig verður samvinnan? Samskipti fara fram í gegnum ítvinning sem sagt líka og síðan hittust við hittum 6 sinnum þannig að við förum í heimsókn til allra hinna landana og þetta byrjar núna í febrúar hérna í okkur þá fáum við sem sagt kennara og stjórnendur frá hinum 6 löndunum kannski að segja frá því hvað lönd það eru það sem sagt Litáen, Spánn, Ítalía, Búlgaría, Rúmenía og Tyrkland þannig að við eigum eftir að fara í heimsókn til þessara landa á næstu 2 árum og í 4 sem heimsóknum förum við með nemendur þá fara kennar og nemendur saman og þá miðlum við krakkarnir okkar kenna leiki sem að við rifjum upp núna erum að kenna þeim gamla tíms íslenska leiki og svo koma þau til okkar eftir heimsóknir og kenna okkur leikina sem að þau læra úti. Og ef þið farið svona þessi bara svona eiginlegt markmið með þessu verkefni? Markmið kannski eins og titillin að við að leika sér saman og þá vinnum við og markmiðshópurinn eða hópurinn sem við ætlum að vinna með eru krakkar svona jaðarkrakkar kannski svolítið þau sem eru ekki í íþróttum þau sem eiga kannski erfitt uppdráttar og þannig og það eru þeir krakkar sem við erum að fara með taka með okkur til útlanda. Og að ykkar mati mikil þörf á svona verkefni hérna í þessum skóla og bara almennt? Almennt held ég þessi mikil þörf á því að efla nemendur félagslega. Samfélagið okkar í dag þannig að við erum oft bara bak við skjáinn en eigum svo kannski erfiðara með að vera í samskiptum svona augliti til auglitis en hjá okkur bara stefna að efla krakka í gegnum leik. Við erum með svo kallar vinalega verkefni hérna í skólanum sem gengur út á það að krakkarnir leika við krakkana og það eflir þau líka í samskiptum. Nú, við leggjum áherslu á jákvæðan aga sem að gengur út á það að þú tekir ábyrgð þínum eigin gjörðum og þú sért í góðum samskiptum og leysir málin við þá sem að þú ert með. Þannig að þetta hentar skólanum mjög vel en þetta á bara við alla. Og í svona sambandi við þá umræði sem búin að vera í gangi núna í þjóðfélaginu þá hlýtur það að skipta máli það ekki að krakkarnir fá að kynnast börnum frá öðrum löndum það hlýtur að ala á svona fordómaleysi. Já, við teljum það. Þess vegna tókum við þátt í þessu og við erum náttúrulega að fara þessi löndur svolítið langt í burtu og það kannski eitt af því að þau kynnist í það og þau leika sér öll eins. Það hlutaði líka. Við erum öll eins. Við erum öll eins, já. En það þarf að sækja styrk til þess að taka þátt í verkefni og það var valið úr og þið hlutuð þennan styrk. Í hvað fara peningarnir? Þetta þá í einmitt þessar ferðir og þessar þar? Já, peningarnir sem við fáum eru hugsaðir í ferðirnar og þetta allt saman mjög vel skipulagt frá upphafi og við förum eftir alveg bara handriti. Þannig að við þurfum að skoða ferðir og annað sem náttúrulega dýrt. Það dýrt að fara til Tyrklands en við notum styrkin í það og síðan náttúrulega í það að taka á móti fólkinu sem kemur í febrúar og núna erum við með þemadaga í skólanum í gær og í dag og þeir fara allir í það að undirbúa þetta verkefni. Krakkarnir eru að búa til kynningar á Íslandi, á skólanum, á löndunum og við erum að búa til gjafir handa gestunum okkar og við erum að leika okkur mjög mikið, þau eru hér úti og út allt að leika sér
og efla þessi samskipti sem að framfara á milli okkar mannana. Það er einmitt fullt að vera. Ég heyrði tónlist á ganginum. Hvað er það? Já, krakkarnir eru með útvarpsstöð þessa daga, maður voru í gær og í dag og morgun, þar sem að þau eru sjálf með útvarpsþætti og þetta er bara mjög þroskandi fyrir og mjög skemmtilegt og gaman að hlusta á þau Þetta er útvarpið allan bæ og 105,5. Mjög gott. Eru fleiri skólar á Íslandi sem að taka þátt í þessu verkefni? Ekki þessu verkefni, en mjög margir skólar að taka þátt í svona Erasmus Plus verkefnum og á Akureyri með þess að líka bara mjög margir og ég veit að nokkri krakkar hafa verið að fara erlendis frá þeim skólum, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt og viða mikið í rauninni. Og mjög ólíkt því sem að þekkti áður, þá eru grunnskólakrakkar nú ekki mikið að fara til útlanda með kennurunum sínum. Nei, þetta er náttúrulega breyting en þetta kemur náttúrulega líka bara svo vel út í skólastarfinu vegna þess að þetta útvíkar náttúrulega allt sem við erum að gera. Frábært, ég óska ykkur bara góðs gengis og góða skemmtun. Takk fyrir það.